Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni klukkan 8. Nú, hérna áður voru það fréttir á þessu tíma en við þurfum að pakka aðeins í vörn. En hérna, eftir sem áður eru fréttamennirnir hérna, Björn Þorláks og Sigurður Magnús, verið velkominir. Já, takk fyrir það. Hvað er þetta stór fréttadagur? Nei, ég veit það ekki. Svona helst bara þessi alþjóðamál kannski, hérna, svona, maður hefur verið að hlusta á Grænlendinga í dag, fylgjast með þeim sem bíða spenntir eftir fundinum á morgun. Já. Og það hefur komið fram í dag að varaforseti mætti þar, sem er mikill hérna, innlimuna sinni. Einmitt. Og eitthvert fíbl þarna repúblikana þingmaður er búin að leggja fram þingsályktunartillögu að hérna Grænland bara verði 51. ríki Bandaríkjanna. Og maður er svona aðeins að velta fyrir því hvernig líður. Það er ekki margir sem að segja það. Þannig frekar að þið fái svona auka aðild. Já, akkurat. Það sem við fái þingmann sem hefur ekki atkvæðarétt og eitthvað svoleiðis. Við erum náttúrulega bara 56.000 manns. Já. Það fengið 2 senatora ef þessi maður fengið sínu fram. Það sé það ekki alveg. Nei. En formaður grænlensku landstjórnarinnar hefur verið skýr með það í dag í yfirlýsingum að þótt að sinn og hafi svona kannski gengið á ýmsu á milli Dana og Grænlendinga, þá kjósa Grænlendingar Danmörk. Það hefur komið fram í dag. Þeir vilja náttúrulega alls ekki neitt hafa saman að sælda við Bandaríkin. Þeir eru náttúrulega sjálfstæðir, nema hvað Danir fara með utanríkismál. Og þetta er innanríkismál eða eitthvað? Já. Þetta Valur Ingimundarson hafi sagt að, að raunverulega eru Grænlendinga með meira sjálfstæði heldur en Íslendinga fengu 1918. En eru þeir hérna sem sagt reka þessi sjálfur eða þurfa þeir framlag frá stuðning frá Danmörku sem að nemur held í helmingnum af ríkisútgjöldum. Þá þess að ég geti sagt það alveg upp á prósentu en það er eitthvað svo leiðis. Gísli Tryggvason lögmaður sem hefur verið hér reglulegu gestur að ræða lögfræðilega álitamál. Og vel að sér í dönsku lögum. Mjög vel að sér í dönsku lögum. Hann ætlar að koma á morgun og í þáttinn Réttur er settur. Og meðal annars ætlar hann að ræða lögformlega hvernig ábyrgðin skiptist á milli Dana og Grænlendinga þegar kemur að svona málum. En það er annars vegar að hefur alltaf verið talað um það í sjálfstæði Grænlendinga að þeir þurfa að vinna sig að því. Það er til þess að geta rekið ríkissjóð með skattekjum. Og alltaf er líka svona hugmynd um það að þeir eru svo fáir, eins og við kannski, að þá sé erfitt fyrir þá að vera háðir öðrum sem þau myndu gera samning við kynverja búið til námur þá er það er eiginlega sama hver kemur til Grænlands að það verður valda ójafnvægi. En svo er það margt í þessu að við fylgst með honum Haraldi Sigurðssyni í jarðfræðing sem hefur verið svolítið að skrifa og hann hefur verið að benda á að það er eiginlega ekki alveg útsýð ennþá hvernig er hægt að stunda námarekstur þarna án þess að sóða allt svo út að Grænlendingar mun aldrei samþykkja það. Sýnd við en ekki gefin. Íslendingar að vinna gull þarna. Hún er pínu lítil byrjaði eitthvað í fyrra með stefna alltaf verið að tala við hann Eldur Ólafsson. Alltaf verið að tala við hann en náttúrulega berjast fyrir því bara að halda upp í genginu og sínu fyrirtæki. Þetta er allt góða fréttir fyrir, hann kemur alltaf fram í fréttum. Þetta er allt góða fréttir, sem mjög góða fréttir fyrir Grænlendinga að Bandaríkjamenn vilja taka á. Þetta fyrirtæki hans þolir ekki neitt svona óróa, stjórnmálalega óróa. Nóg er að vera að reyna að vera með námur undir ís. En eitthvað er það, eða ekki? Þetta er allan að mjög mikil svísir. Já, þetta er náttúrulega... Ég kann ekkert að veða það, þetta er bara eitthvað veðmál. Ekki. Þetta er bara svo nálagt okkur, Ég held að hún hefði ekkert verið að hækka gengið á þessu félagi, Það komið frétti núna í haust, að hefði fundist eitthvað og ég fór að skoða þetta og það var sára lítil áhrif sem þetta hafði. Þetta er bara að versla með gengið á þessu bréfi bara á svipuðu verði og var fyrir árið síðan, Þannig það er ekki eins og að þetta sé einhver lukkupottur.
En það er búin að vera frekar kalt á höfuðborgarsvæðinu í dag og Þetta er þessi árið á Grænlandsmálinu? En, ég veit það ekki, enn verra veður fyrir norðan og Austurlandi, en það var svona auka hrollur í mér þennan dag, bara vegna okkar nágranna þarna á Grænlandi, sko, út af þessari óvissu, út af þessu ógeði, þannig að vestur í Bandaríkjunum. Og hvernig heldur að svona venjulegir grænlendingar líti á það? Það er nefnilega ekki verið alveg, það er svolítið, þetta er lítið samfélag og þú, þessi manur héraðsfréttamaður, þú heyrtað alveg á viðtölum bæði í dönsku fjölmiðlum og líka í Ríkisútvarpinu. Margir bara vilja ekki tjá sig, af því að ég segi eitthvað, já, ég held að þetta bara að þykja þetta tilbúr frá Bandaríkjunum, þá er bara engin friður hjá mér í pottinum daginn eftir. Þannig að það er eitthvað svona stemning, þannig að mér finnst eiginlega vanta eiginlega svona almöru svona athugun á afstöðu grænlendinga. Já, mér finnst samt Hallgrím Indriðasyni á RÚV hafa tekist bara ágætlega upp, sko. Það er það þegar fólki fyrir Ég er ekki að kvarta yfir honum, hann segir það sjálfur, að það er margt fólk sem hann hefur talað við sem hann vill ekki koma fram. Ekki taka mér orðið, það er að segja, það er líka frétt í því að fólki vil ekki tala. Ég var að vitni í þá frétt, já. Þá erum við sammálabrúð. En það er ýmsar aðferðir sem er að fá afstöðu þeirra sem að vilja ekki tjá sig. Ég hef sagt þessa sögu áður að einu sinni sendi Ríkisútvarpið mannafla frá Reykjavík til Dalvíkur þegar Þorsteinn Már hafði hótað að loka frystihúsinu á Dalvík út af bara einhverju frekju eins og alltaf er hjá honum, sko. Og þeir sendu sem stáhöfn alla leið úr Efstaleitinu norður í land til Dalvíkur til þess að taka svo kallar voxpop, rödd almennings bara í hljóðumynd. Þeir fengu engan til þess að tjá sig þetta. Mér dettur þetta í hug þá nefnir þetta að sko, ég held að það var í kona minn sem sagði ef Trump tæki Ísland þá 20% myndu fagna. Nei, hún sagði þá færi ekkert vel fyrir okkur. Vegna þess að við hefðum verið gagnrýnin á Trump og Nei, ég veit það. En 20% myndu fagna því hér. Já. Þannig að oft er eins og við heyrðum í fréttunum eins og verða, hvað vilja grænlendingar? Eins og grænlendingar svara einum rómi 50.000 manns. Eins og er að segja Venezuela búar er að fagna því að Maduro, auðvitað er það ekki allir sem gera það. Það er eins og í Íran að það er ekki allir Íranir sem vilja klerkastjórnum farið því. Það er bara við vitum það. Minn punkturinn í þetta er að í ógnarstjórn og þegar hættastæðjar að þá þegja margir vegna þess að þeir veit ekki hvað gerist næst. Nei, það vil ekki koma fram í Grænlandi og segja við viljum ekki sjá helvítiðan Trump. Nei. Þú líklega myndir ekki þora að segja það. Einmitt. Já, en eitthvað færi nærri því, einhver er nú svarað, sko. Það er enda verið fólk sem hefur svarað svolítið skrautlega gegn Trump. Já. Svona einn og einn. En heyrðu, má ég aðeins, að þú nefndir Venezuela. Ég hlustaði á eitthvað þátt í Ríkisútvarpinu í símónum minni í gær, kvöldi, og Ingi Þór Viljársson eða ekki sem er þetta helst. Já, sem að tala spönsku eða ekki? Jú, heyrðu, hvað heitir hún sem fekk friðarverðlaun Nóbels? Ég maður ekki. Nei, heyrðu, hann var skiptinemi heima hjá hann, maður. Já. Og hann þekkir hana persónulega. Og þetta er alveg, sko, ég bara, að því að Ríkisútvarpið býður ekkert upp á þetta form sem er hérna. Þannig að það þyrfti að fá þennan mann hingað og láta þessi lýsa, hann var í svönskunámi í Venezuela og bjó heima hjá stjórnaranstæðinu sem er Nóbelsson. Maria Corina Machado, heitur hún. Hann var að tala við mann sem að bjó í einhverju olíu hér að því, held ég að hafi verið kynnt í dag, sem að var að tjá sig. Þannig að þetta er mikið fengur af mönnum sem hafa einhverja tengingu. Já. Og hann hefur búið til fréttur því. En ég var nú bara að segja þetta því að heyrið þetta alveg í fréttum að eins og að það sé í boði að koma einhver niðurstöðu fréttunum. Hvað segja Venezuela menn? Þeir eru eitthvað 30+ milljónir. Eða hvað segja Íranir sem heldur sér 93 milljónir. Það er svona eitthvað svona stundum er eins og við séum einhverju tölvuleik sem að segja fréttir af því að allt í einu þá komi ljós hvað Íranir vilja. Já, eins og sko við náðum ekki eins og hvað segja þremenningarnir hérna við borðið við erum mjög ósammála. Hvað þá heilu miljóna þjóðum. Já, en mér finnst svona meira að umræðu afstöðu grænlendinga. Og í hverju hún felst. Því að stundum erum við líka að stilla fólki upp með einhvern veginn að velja eitthvað lið út frá einhverju forsetum, út frá einhverju stolti
og eitthvað fleira. En það getur verið alls konar sjónarmið sem að blandast þarna inn í bara hvernig fólk sér fram á, sko, mér finnst að kom í einu viðtali, kom mér fram, það var eitthvað sem að andmælti að Grænlandi grætt að fara að tengjast Bandaríkjunum, af því að Bandaríkjamenn hefðu mjög vont orð á sér hvernig þeir umgangast frumbyggja. Sem miklu betur gert í Kanada sem nógu slæmt samt. Kanadamenn nú að opna heilu fjöldagrafinnar. Muni geta því, það voru fréttir fyrir svona 3-4 árum og við erum hinum megin, erum við með Samana sem að eru alveg sambærilega fréttir ófrjósemisaðgerðir á sömunum eins og Danirnir voru með og Danirnir farið mjög illa með Grænlendinga. Þannig að ég held að vilja fá svona þykkari umræðu hvernig hvað Grænlendingarnir eru að tala við eldhúsborðið hjá sér. Það sé svona sjónarmið sem að þær eru. Herðu, talandi að tala eldhúsborðið, ég er nú að reyna að losa mig við þann litla íþróttaáhuga sem ég hef. En mér finnst þannig ekkert svona að gera mér sérlega gott. En ég dætti að horfa á biðstofuna og mér finnst það skemmtileg þættir. Svona skemmtilegast að íþróttaumræðu það sem ég hef séð, sérstaklega fyrstu þættirnir. Mér finnst einn galli við Hvað biðstofa? Þetta er að horfa á það. Það er á RÚV, ég veit ekki hvað þetta var á dagskrá, ég bara fann þetta á vef RÚV, þá sita þeir 3 með henni Helgu, heitir hún ekki? Jú. Skeggjaði línumaðurinn, Kári Kristján. Logi. Ólafur Stefánsson. Svo kom Aron Pálmarsson með þeim í gær. Kom í lokin. Mjög skemmtilegt svona dýnamíkin á milli þeirra. Og líflegar umræður og stundum mikið vitt langt frá mitt vitt en náttúrulega mjög reyndir menn alveg svakalega. Er þetta glæni í þættir sem sagt? Já, þetta er bara út af EM sem er að fara í gang núna. HM er ekki? HM, já. HM. Þannig ekki HM? Það er engin leikur búinn og svona sem er oft í stofunni. Nei, það voru náttúrulega að gera upp leik og eitthvað svona. Þannig að þetta er laus við það og þeir eru að lausa alla leikina og þeir eru bara að tala íþróttir. Mjög skemmtilegt. Mér finnst Kári má ekki vera alveg svona frekar orðið. Nei, hinn eins Ólafur Stefánsson situr við hliðina á honum. Þannig að þeir eru líka að rífast orðið. Já. Nei, þetta eru fínir þættir, Ég nefndi þetta bara því að við vorum að tala svona eldhúsborð að það er svona öðruvísi samtal. Mér finnst alltaf gaman að því. Hún hlær stundum alveg innilega að þeim, Þeir eru alltaf kostulegi, Þetta er HM í handbolta, ekki EM. Svo því sé aldrei til laga. Þetta er alltaf miklir hanar allt saman. Já, þeir, maður hefur náttúrulega oft séð til þessa lið, ég bara mistaði þeim núna fyrir þetta mót. Og RÚV gerir þetta nú nokkuð vel bara að fá til sinni skemmtilega. Það er svona verið heppnir eins og Logi Gesson hefur nú staðið sig einstaklega vel í þessum þáttum og verið skemmtilegur, hreinskilinn. Hann er þórað að tjá sig. Mér finnst þeir allir skemmtilegir. En verðum við ekki taka boltar núna og aðeins að segja hvað okkur sjálfum, hvaða væntingar við berum sjálfur í brjósti því þær hafa aukist á Íslandi í dag. Það er alltaf þannig, ég man ekki eftir þessu móti sem er alltaf í janúar. Öðru sem alveg marg vinna það bara í kringu þetta. Þetta er besti hópur sem Snorri hefur verið með, þriðja árið hans. Það er líka sagt í öll skiptin. Ég er með fyrsta íþróttaþáttinn minn, Bekkin, á fimmtudaginn, fimmtudagskvöldið. Ætlar í handboltann? Þá fæ ég Gaupa og Arnar Björnsson sem hafa báðir mikla reynsla af þessu. Glæslegt. Og Gaupin sem fyrrandi aðstoðaði landsliðsþjálfari og þetta eru... Pabbi Snorra, landsliðsþjálfara, fyrir þá sem ekki vita. Og pabbi Snorra, landsliðsþjálfara, fyrir þá sem ekki vita. Já, einmitt. Er hann ekki á leiðin út, hann Gaupi? Ég veit ekki, hann kemur alltaf að hinga á fimmtudagskvöldi. Já, einmitt. Ég veit ekki. Hann leikur kvöldið eftir, fyrsti leikur á föstudagskvöldi. Við erum búin að þekkjast alveg svona frá þarum úlingar, ég og Gaupi. Já. Eins og ég segi þá er ég að reyna að venja mig að hafa áhuga í íþróttum en ég sá að við erum að keppa Ungverja og það hljómaði ekki vel. Nei, það held ég að er það ekki alltaf fyrir Ungverjum? Já, það er búið að vera álög núna skeið. Það verið álög á okkur skeið, kakvart Ungverjum. Ungverjum? Já, skeið. Nú riftu við þeim álögum, afléttum þeim. Fyrsti leikur? Þetta er Ítalía fyrst, svo er það... Já, Ítalía fyrst. Svo er það, ég man ekki hvort Póllands eða Ungverja leikurinn er... Já, það er alveg maður voni að hafa haldið þetta að vera Evrópukefni. Þetta eru bara Evrópu, svo eru að keppa í Svíþjóð. Já.
Ekki rétt? Jú, Evrópuliðin eru náttúrulega langsterkust í handbolta. En, það er samt verið að breytast. En ég peppaður sko, ég held við ná langt og liðan Snorra lítur vel út, það er kannski 1 eða 2 leikmenn sem að maður svona hefði viljað hafa sterkari í liðinu, eða stöður, línan hún er alltaf svolítið brotætt og en það er kannski eina staðan sem að er brotætt finnst mér, svo erum menn að tala um að Haukur Þrastarsson eigi inni frá þessum upptunuleikjum sem voru vináttulandsleikjum og ég vona það líka. Janus, mér varst að gera svolítið mikið af mistökum og feilum, sérstaklega í seinni hálfleiknum á sunnudaginn. En ég er bara allur á iðin og þegar, ég er svo spenntur. Já, ég er það líka. Mér finnst þetta er ævindilega skemmtilegt og þeir voru svona metastunni í gær hvort að hvor væri yngri Viktor Gísli eða Björgvin Páll því miðað við hvernig hann varði á móti frá honum. Já, einmitt. Fertugir maðurinn sko. Þetta var nú áhugaverð ákvörðun hjá Snorra að bara leyfa Gísla að spila allan fyrir leikinn og Björg að spila allan seinni leikinn. Það var ekki einu sinni skiptin í vítum. Nei. Nei, ég er alltaf spenntið fyrir þessu en það er alveg rétt við oft talað okkur upp í að verða meistarar og löngu áður móti byrjar. Ég fletti upp í Ungverjalandi svona síðustu leiki, það var 2024 þá töpum við 33-25 2023 töpum við 30-28 en við unnum þá þegar við lentum í 7. sæti í EM 2022 þá vinnum við á 31-30. Já. Þannig að það eru þá 3 leikir og 1 sigur. Já. Þetta er frábært lið sem við eigum núna. Já, og við með menn eins og Gísla og Ómar og vinstra hornið hvað heitir hann? Viljið ekki farið með ykkur? Svo er það 2020, þá spilum við þá vinnum þeir 24-18. Unnu þeir? Já. Okkur fjandinn. En við erum með þarna 2 sem hafa verið íþróttamenn ársins á síðustu árum sem er Ómar og Gísli og Gísli er búinn að vera tvívegis valinn besti maður lokakeppni meistaradeildarinnar. Ég held að það sé bara eitt besti handboltamaður í heimi núna. Og skemmtilegast líka, þetta er alveg sumar sendingarnar eru bara alveg gjört ævintýri. Besta sem Þorgerður Katrín hefur gert, segja sumir. 2014 þá var jafntefli 27-27 og komum við svolítið aftalega núna. 2012 þá töpum við 34-33 í Ólympíuleikunum í London þar sem við vorum líklega með besta liðið sem hafði mestu möguleikana á að komast á pall. Við gerðum ekki. Þá voru þeir Kári Kristján og Ólafur Stefánsson kannski í liðinu þarna. Já, og er þetta ekki fyrsta stórmótið sem Aron kemur? Þetta er eiginlega gullaldaliðið pluss Aron. Þannig að við áttum að vinna ná betri árangur þarna. En það stranda ógurum. Vertu ekki að segja frá þessu, sagði Logi við Aron í gær þegar hann fór að tala þegar að þeir voru saman í herbyrgi. Báðir svona varamenn í liðinu og struk út nóttina á hótelinu. Og svo hringdi Gummi til þeirra hann var í næsta herbyrgi í liðinu. Alveg kolvillus. Þið sjáum að á kannski þessum leikir sem við erum að telja upp að þá eru við búin að vinna kannski 1 leik að síðustu 6 á móti Ungverjum. Já. En stundum eins og þetta Svíagrílan minn eftir henni. Jú, það er líka þegar maður fjall. En þetta hefur verið meira bölvun og álög heldur en að Ungverjar hafi verið raunverulega betra liði. Það er nefnilega komið svo vel fram hjá honum sem er nú spilað í Ungverjalandi, hann Aron. Hann var að segja að Ungverjarnir væri alltaf svo hissa yfir þessu. Þú veist, þeir færi alltaf hissa yfir þessu. Þeir færi alltaf í leikinu og var alveg vissir að þau myndi skítapa fyrir Íslandi. Svo eftir leikinu eru þau bara, hvað gerðist eiginlega? Því að þeir eru yfirleitt alltaf á pappírónum, miklu lakara lið. En einhverju hluta vegna að þá vinnaði nokkur. Þeir eru bara henta Íslendingu bara alls ekki. Þeir eru bara einhvern veginn ekki. Við förum í þetta á 50 daginn ég og íþróttafréttina. Það verður gaman að heyra hvað þið segja. Herðu, þið eru með efni í kvöld? Já. Ég fer listrænar slóðir eins og stundum áður. Ég ræði við skólameistara menntaskóla í tónlist, Freyju Gunnlaugsdóttur. Þar eru mikil tímamót. Skólinn hefur verið starfræktur á 3 stöðum og er allur að fara undir eitt þak
og hún ræðir tónlistina frá ýmsum hliðum og við fylgjum aðeins eftir því sem þú varst að gera í gær í klassikin rock þannig að það ekki hver dagskrárdagur hjá okkur góður ef við erum með eitt tónlistarinnslag. Já. Ég ætla að enda þáttinn á því að fara með svo kallt að huga þannig það. Þannig ég ætla að fá Þóri Jónsson Hraundal sem lektor í háskólanum til að segja mig frá Al-Andalus sem múslimskt ríki eða ríki Íslam sem var á Íberíuskaganum fyrir mörgum öldum. Þannig við langaði að fara eitthvað söður. Já, til mín kemur Svava Björg Mörk. Ég man ekki hvort hún sem sagt hún dósent á háskólan, menntasviðinu og mikið í því að kenna verandi leikskólakennurum. Og sumt af því sem kemur fram vissi svo sem fyrir bara en sumt bara alls ekki. Það eru fréttir í þessu. Og ég ætla að við Árna Þórsson sem prestur innflytjenda. Hann skrifaði grein múslimahjörðina, það var gekk fram á honum eins og hjá mörgum sem útliti gandúð sem í samfélaginu. Hann náttúrulega að sinna innflytjendum. Það svo merkilegt að í þessum söfnuður ég veit ekki alveg hvort það kannski ekki formlegu söfnuður. Þau í Breiðholtskirkju, í Indíánatjaldinu svo kallaða kirkjunni. Þar eru flestir sem að koma í messu til þeirra frá Miðausturlöndum. Og ekki það að séu kristnir heldur þetta umskiptingar sem hafa skiptu trú sem hafa komið að bæði sem hafa skiptu trú í Íslandi líka úti og það að flýja það að það ekki gott að vera alveg upp í múslimskri fjölskyldu og taka kristna trú til dæmis í Íran eða í Sýrlandi í dag, það bara ekki gott. En ég ætla að tala við hann bara hans reynslu, hann var áður en hann gerðist prestur innflytjenda var hann prestur í Vík í Mýrdal sem líklega það sveitafélag það ekki örugt. Það sem hlutfallslega langflestir innflytjendur, ég held að sé yfir 60%. Og það náttúrulega fólk hérna og það, mikið af Austur-Evrópu, þar sem fólk kaþólskt, sem koma frá Póllandi. En það nú mikið að koma fólki frá Úkraínu sem nú réttrúnaðar kirkjan nær þar langt. Það þetta bannað að vera tilheyra rússnesku réttrúnaðarkirkjunni í Úkraínu í dag. En það önnur réttrúnaðarkirkja sem þarna. En ég veit ekki alveg hvaðan fólki sem að koma frá Úkraínu, hvort það sé komað austan eða vestan, Þannig að Úkraínu stórt land, plássur margar kirkjur. Þetta ætlum við að ræða í dag. Það ekki einhver hasar í borgar kosningunum. Sáu þið spjall þeirra Péturs og Heiðu í Kastljósi í gær? Já, ég sá það. Ég sá það hægt á því ömur, svo ég fór bara að hugsa eitthvað allt annað. Já, svo kurteislegt. Ég var alltaf að bíða eftir að kæmi eitthvað. Já, ég bara satt út þarna, ég fór að gera eitthvað allt annað. Eina sem að getur rauninni rætt það að Pétur var að gefa upp þannig gamla bolta með Reykjavíkurflugvöll að byggja þar, 40.000 mannabyggð. Já, og að gefnu samkomulegi við fólkið út á landi og sjúkraflugið og allt þetta náttúrulega margir fyrirvarar en þetta verður það sem að hann mun væntanlega setja oddinn í kosningabaráttunni. Það þetta mál sem hann reifaði þarna og nú hann bent á þáttastjórnandi að þetta hefði nú það sem hann væri að segja væri klísja í 50 ára eða eitthvað í umræðinni. Til þið kannski líka þinginu bara, ekki? Jú. En þetta var það eina svona sem maður getur sagt einhverja sögu af eftir þessar umræður. Skipulagsvaldið hjá borginni. Já, þetta svona það samkomulag við ríkið að Reykjavíkurflugvöllur verður þar til annar kostur fæst og hann verður alltaf innan borgarmarkana. Nei, það getur verið hægt að þrengja eitthvað en ég veit ekkert það en það bara Njáll Trausti Friðbertsson sjálfstæðisflokki vildi svipta borgina það búið að reyna að svipta borgina skipulagsvaldinu og ekki tekist. En ef Kristrún kyssti Pétur á ennið og sagði já, það í lagi að þú ferir gegn Heiðu. Þessi minn elskaði sonur sem ég vel þunum á. Já, þá þætti mér mjög ólíklegt að hann væri að tala þessari röddu í andstöðu við vilja Kristrúnar. Þannig að kannski Kristrún svona að gefa aðeins upp boltan þetta að Reykjavíkurflugvöll sé ekki meitlaður í berg en því ætti hann að vera meitlaður í berg eins og allt. Mér finnst það skrítið því að þetta var alltaf talað Hvassahraun og það nú svona næstu farið út af borðinu bara út af Suðurnesja eldum
maður hefði nú kannski búist við að einhver í Borgarfirði sé komið bara til okkar eða fólk í kringu Selfoss. Fínt að fá flugvöll, en hvað með en elliða hérna í Ölfusi ekki að koma flugvöll í Ölfusi? Nó pláss í flóanum maður. Hérna í Ölfusi sér, það er nó pláss. Það er náttúrulega eitthvað þarna. Nei, þarna hafið blá eitthvað veitingastæður. Nei. Ég held að vilja kannski vill ekki fá flugvöll. Hvergeringar vilja ekki? Jú. Ég held að viðtalið við þau tvö hafi verið á sama tíma og við vorum með viðtal við Loga Má Einarsson, ráðherra. Ég fekk svolítið að viðbröðum á það viðtal. Það gerist nú ekki alltaf, en ég fekk slatt af svona meldingum frá fólki sem fannst þetta ágæti spjall og við getum sagt að eftir þetta samtal okkar við hann í gær þá virðist nú sumt benda til þess að það hafi verið, ef að segja mistök, eða ef að segja að textavinnan í kynningunni að henni hafi verið ábótavant. Hann vildi allavega ekki kveða upp með það að samstöðin væri ekki sannarlega styrkhæf. Það er svolítið eins og það hefur verið óvart. Já, bara vil líka heyrum hann í aðstofamanni hans eftir að við kláruðum upptöku og mér finnst nú blása aðeins byrlegar fyrir samstöðina eftir þetta spjall. Það kemur ljós. Það er stjórnmálafólk, sko, þetta eftir því. Það var ein frétt sem hélt áfram eftir þetta spjall þeirra Péturs og Heiðu. Það var hvort að Heiða hefði sigað lögmanni borgarinnar á Pétur. Það var hvort að við kannast við þá frétt. Það kom allt inn í fréttum það að væri verið að kanna það hjá borginni. Hún hafi fyrirskipað hæfnisstöðu hans sem að ég nægi alveg að því hann er nú bara í framboði í einhverju prófkjöri. Það er ekki svona hafi einhverju lögformlega stöðu sem lóða hafi í Skerjafirði, eða? Það var kannski annað en að væri borgarstjóri. Ef hann hefði sagt ósatt. Hver var framhaldsfréttin, segir þú? Það bara einhver hún segist ekki hafa sigað borginni, heldur hafi lögmennið tekið upp á sjálfum sér. Já, það kom fram. Jú, það er Þetta er harka. Ég veit ekki Ég held að verði harka í þessu prókis. Hvernig verður kosið? 24. janúar, minnum mig. Nú, svona stutt í það. Já. 10 dagar, ég held að þetta sjóðu upp úr, eftir viku. Já. Ég hef heyrað rosalegur hitti í samfélkingunni. Líka út af viðtalinu við Kristrúnu í heimildinni, sem eldist nú ekki vel í tengslu við Grænlandsmálinu og fleira. Og líka þetta með að teygja sig til miðflokksins í innflytjendamálum. Akkurat. Sem að miðst Þannig að ég heyri mikinn hitta en þau ætla að koma hinga held ég á 50-daginn. Já. Kannski náðu einhverju líflegra samtali heldur en Pétur og Heiða koma hinga á 50-daginn. Kannski náðu einhverju líflegra spjalli. Ég vona það. Herðu, Björn og Sigurjón, kærar þakkir. Við ætlum að skipta yfir í smá auglýsingar og svo koma við kvöldsins. Minni á að það sem drífur samstöðuna áfram eru áskrifendur. Það er sá hluti áhorfenda sem hafa gert áskrifendur til þess að halda samstöðuna gangandi. Ef að þú vilt slást í þann hópa þá getur þú farið inn á samstöðun.is, það er knappi sem ástöndur áskrift. Þar getur þú skráðið fyrir 2.750 krónum. Þú mátt borga meira og vilt og því sem er kjósi getur látið áskriftina að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. En það er einmitt Alþýðufélagið sem rekur samstöðuna. Smá auglýsingar og svo koma viðtöl kvöldsins. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Fyrir mér þá er trú að sleppa tökunum og treysta. Og það er rosa mikil drifkraftur í trúnni. Ég held að ef maður sér eitthvað verkefni fyrir sér og trúir því líka, þá er það miklu líklegra til að verða að veruleika. Ég heiti Guðni Már Harðarson og ég trúi á minn hátt. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Byltingunni hefur verið frestað vegna skorts á ríkisfjármagni. Gluggagallerið stétt, Bolholti 6, opið allan sólarhringinn alla daga ársins. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is